Hey folks og velkomin í jólaflæði skerið hjá okkur Rökkva og Jóa og við erum með góðan gest Pétur Eggerts leikara. Sagði ég þetta rétt? Já. Já. Hérna, ég veit ekki hvort ég á að segja Pétur Eggerts eða Eggerts. Það er frjálst var þetta skrifa með setu sko, og fyrir þá sem að muna svo langt að muna áður en setan var afnuminn sko úr íslenskri málfræði þá var setan náttúrulega uppalega samrunni af TS og þetta svona eitt af þessum ættarnöfnum sem var tekið upp hérna á 19. öld held ég var rétt með og hérna það var séra Friðrik Eggers sem var fyrsti sem að hét Eggers og hann var náttúrulega Eggerts son sko. eins og þessi íslensku ættarnöfn sem voru tekinu þegar þótti fínt að vera með ættarnöfn þetta er yfirleitt annarkvort styttingar úr föðurnöfnum eða nafnið á dalnum eða firðinum eða eitthvað svoleiðis. Já, þetta er svolítið svona eins og snobb sko í það að vera danskari af því að Danir voru svo yfirstéttin á Íslandi. Já. En þetta er allt í rauninni komið eiginlega þessi dönsku ættarnöfn flest líka komin bara Johansson eða eitthvað svona þú veist eða Jörgensen er bara eitthvað Jörgens sonur sko uppalega. En þarna þú ert kannski best þekkur fyrir möguleikhúsið, þú ert búin að leika í ýmsu myndum og leikritum og svona alls konar gegnum tíðina en byrjum bara á því hvernig þú eiginlega fékkst áhuga á leiklist. Já, það er stórt að spurt hvernig fær maður áhuga, þetta er náttúrulega svona eins og hjá mörgum byrjar bara mann er potað út í eitthvað í skóla sko. Já. Grunnskóla og svo í framhaldsskóla byrjaði svona eitthvað fyrir alvöru þegar ég var í landsprófi, ég var nú síðasti árgangur sem tók landspróf eitthvað mann eftir því. Já, landspróf hljómar eitthvað eins og sko pabbi minn og mamma og eitthvað. Já, það var sem sagt fyrir þá sem ekki muna, það var það sem þurfti til að komast inn í menntaskóla svona samsvarandi á 10. bekkurinn í dag. Já. En ég var í Hólabergsskóla semst veturinn 75-6 og þar var mjög öflugt leiklistarstarf undir stjórn Sigurðar Lyngdal og þá svona eiginlega fór ég svolítið mikið inn í þetta og hélt áfram svo stofnaði leikfélagi Fjölbraut í Breiðholti þegar ég var þar og það sem var náttúrulega ágætur skóli að þurfa að gera allt frá grunni á þessum að kynni neitt en ég svona eiginlega leiti ekkit á þetta sem neitt sem ég myndi leggja fyrir mig eiginlega fyrir en svona eftir ég kláraði menntaskóla. Já. Sem áhugin ágerðist og erfiðar að slíta sig frá þessu. En þú strax sýnir þetta í rauninni frumkvöðla hérna gen í þér einhvern veginn að þú byrjar strax í rauninni, það er ekki leikfélag hérna í FB og þú bara setur það í gang. Já, það var ekkert annað að ræða. Já, nákvæmlega, þetta þekki ég svolítið að þú veist, þegar það er ekkert í gangi þá bara byrðu, þegar ekki sena þá byrðu þannig bara til sko. Það er kannski besti skólinn sko, en svo ég hef nú oft sagt að ég held að í framhaldsskóla, í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti sem var nú að slíta barskónum þegar ég var þar sko að svona eftir á að hyggja þá ekki hafi nýst mér eiginlega betur á lífsleiðinni það sem ég lærði í félagslífinu þar heldur en í skólanum sjálfum. Já. En það setja líka margir svona á umsóknina sínar að þeir hafi verið formaði nefndafélags eða í einhverju svona félag því að það kennir þér rosalega mikið að vinna með fólki og taka á klúðri og visinni og það gerir það. Og ég held að það verið seint ofmetið vægi góðs félagslífs í framhaldsskólum sko, eða í skólum bara almennt en ekki síst í framhaldsskólum þegar krakkar eru svona á þessum þröskuldi þess að verða fullorðnir og fá að prófa hlutina sjálfir og skapa sjálfir. Er það ekki mál að þetta eflir svona samstöðuna innan nemanda hópsins líka? Jú, þetta sko þáttaka í öllu svona eflir samstöðu, ég meina leikhús er náttúrulega hópvinna, þú veist að setja upp leiksýningu er hópvinna og það þegar vel gengur það náttúrulega eflir það mjög alla samvinnu og vináttu og allt það sko. Það er sama eins og þetta í kór til dæmis að því ekki ætla að vera að syngja sóló einhvers staðar í kór sko. Nefnum það að gera þannig að þetta er ekki fyrir stjórnlinda einstaklinga. Þannig að þeir verða þá að koma sér á rétta staði akkurat sko. Já, verða þá að vera leikstjórar eða eitthvað leis. Já, nákvæmlega. En hvað finnst þér skemmtilegast að gera í leiklistinni? Er eitthvað svona drama, spenna eða hvað finnst þér svona skemmtilegast að gera í þessu? Það er, ég hef nú svona í gegnum tíðina heila fengist við allar hliðar á þessu því að ég fór út í það svo ég klárnaði svona hver skrefin voru þá fór ég
eftir að hafa klára menntaskóla þá fór ég í háskólan hérna, var í bókmenntafræði þar í 2 ár og fór síðan út í leiklistarnám í Bretlandi. Þegar ég kom heim þaðan þá fór ég að vinna hjá leikfélagi Akureyrar og var svona frílans í einhver ár. Síðan stofnum við Möguleikhúsið 1990 sem var leikhús sem að sýndi fyrir unga áhorfendur, börn og unglinga aðalega, og þar fór maður strax í það að skapa sér verkefni sjálfur, að búa til allt frá grunni, búa til leikritin, búa til handritin. Í upphafi þá byggum við líka til leikmyndir og búninga sjálf og stjórnum okkur sjálf algjörlega. Seinna fengum við fleiri inn með okkur í það. Þannig að ég hef svona komið að öllum hliðum á þessu, og hvað sé skemmtilegra en annað, það er bara þegar maður finnur sig í þeim hluta verkefni sem maður að vinna, þá er það skemmtilegt. Það er, mér finnst mjög gaman að skrifa, ég hef skrifað talsvert og ég hef leikstýrt líka og svona minna gert á því kannski í seinni tíð þó, en svona í seinni tíð þá hef ég kannski helst fundið mig í þessum verkefnum sem við hefum gert, sem hafa verið, fórum svona meira út í að gera einleiki, meira fyrir fullorðna, settum upp einleiki eins og byggt á Aðventu sögu Gunnars Gunnarssonar og síðan einleikum Eldklerkin Jón Steingrímsson sem var nákvæmlega tegund af frásagnarleikhúsi. Þessi sem var á Kirkjubæjarklaustri og einmitt. Og það er eitthvað sem að svona í seinni tíð hefur höfðað til mér og ável við mig að svo þessi tegundarleikhús það sem að maður er sögumadurinn og allar persónurnar í senn og er í svona mjög beinu persónulegu sambandi við áhorfendur. En hefur þá komið fram á Aktalón einleikjaháttíðinni? Já. Jón Elvari Loga, vinur mínum. Það er svolítið sérst fyrirbærinu. Það er mjög, komur sér mjög gott starf sem að Logi hefur unnið þarna fyrir vestan og hann er öflugur leikhúsmaður þar, öflugur fulltrúi landsbyggðarinnar innan leikhúsgeirans og hefur upp á sitt eindæmi byggt upp þessa einleikjahátíð Aktalón sem er haldin árlega þannig fyrir vestan og hann hefur haldið hann á Suðureyri held ég mun rétt undanfarin ár. Já. Hann að þanga frá Ísafirði. Ég kann mjög vel að meta það þegar að listamenn, það eru margir listamenn sem kvarta kannski bara að það sé ekki settu nóg peningur í listir og lalala. Frekar en að sem er kannski alveg réttmætt, kannski ekki, má deilum það, en frekar þá finnst mér gáfulegar að gera eitthvað eins og þú hefur gert eða hann hefur gert á Vestfjörðum, að bara búa til eitthvað sjálfur, Möguleikhúsið eða Aktalón eða hvað sem er, að taka sjálfur frumkvæði, vera ekki bara að væli yfir því að sé ekki gert fyrir listalífið, heldur bara að gera eitthvað fyrir listalífið sjálfur. Já, þetta er náttúrulega margþætt umræða af því að á sama tíma og ég teki alveg undir það að þá er það nú, það sem er svolítið að býta alltaf í skottið á manni leiðum að gera það, þá er maður alltaf að sína að sé hægt að gera hluti fyrir engan pening og maður getur lifað á loftinu. Já, og að ætla að gera það í mörg ár, það er erfitt. Það er gaman að vera ungur og öflugur og vera til í að vinna myrkran á milli og lifa á litlum öðrum en ætla að gera áratugum saman, það er annað mál. Þetta er reyndar verðu hlið á máli hjá þér af því að þá er líka alltaf bent á eins og það er svo oft bent á þá sem að hafa í rauninni verið hetjur í lífinu og segja akkur getur þú ekki bara líka verið eins og þessi eitthvað ef einhver segir ég er í hjólastól og ég var með að vinna, já en sjáðu þennan sem er í hjólastól og hann er milljónamæringur eins og allir getur bara skilur að það er þá bent á kannski einhvern leikara akkur gerir ekki bara eins og Möguleikhúsið eða Elvarlogi þarna og skilja kannski ekki að það er vegna þess að þessi einstaklingar sem gerðu þetta þeir unnu baki brotnu myrkranum milli og voru kannski úslega heppnir og allir hjálpuðu þeim og eitthvað svona. Þetta er ekki kannski staðal dæmið sem að gengur upp að jafna, þetta er meira einstakamenn sem er einstaklega duglegir með einstaklega miklu einsýn sem að texta þetta. Já, það er eins og ég segi, þetta eru margsnúin máli, því komur að fara djúpt onni það með svona rekstur á sjálfstæðum leikhóp á Íslandi. Já. Af því að það er svona margir halda að það eigi að vera hægt að reka leikhús án opinbers stuðnings eða gengur bara nógu vel. Atvinnuleikhús, það er að segja. Ég er að tala um atvinnuleikhús í þessu samingi, ekki áhugaleikhús, það sem þú ert bara í þinni vinnu. Það er bara ekki hægt, af því að við erum, fyrir að fyrsta erum við nú ekki nógu stórt samfélag til að þú þyrftir að hafa það mikla velgengni og þetta hefur ekki gengið
í öðrum samfélagum hérna í kringum okkur og akkur ætti það að ganga hér í miklu minna samfélagi. Við erum með alveg brjálaða leikhúsaðsókn með önnur lönd. Íslendingar fara ótrúlega mikið í leikhús og tónleika, við höfum oft talað um þetta, bara eins og hvernig það sást, hvernig var þetta að reka fyrirtæki sem miði.is eða eitthvað svoleiðis í gamla daga sem var svona bara með monopól í gamla daga, en það hefði ekki gengið, við höfum oft talað um þessa sömu umræðu, það hefði bara ekki gengið í rauninni nema að Íslendingar eru brjálaðar í listir. Já, og með hérna, tónleika, ég nú alveg alltaf gapandi hissa fyrir hver jól, hvað endalaust mikið af tónleikaframboði, það eins og hver einasti tónlistarmaður sem að hérna eitthvað nafn, geti komið með sína eigin prívat jólatónleika og þá selst upp á þetta allt saman. Já, það bara Bubbis, Knútur, Sigga Beinteins og svo eru stóru eins og þarna Björgvin og í gamla daga Frostrósir og eitthvað og það selst upp og næstum allt af þessu. Það mögulegir sko, Baggalútur með 18 tónleika í Háskólabíói eða eitthvað svoleiðis sko. Þannig að það ekki að kvartundan áhuganum, alveg eins með leikhúsi líka, það er mikið leikhús aðsókn á Íslandi áneitanlega, en leikhús bara dýrt fyrirbæri. Já, það og maður tala ekki bara hugsa hvað munar hvernig einasta starfsmann við leiksýningu. Já, maður hugsa bara leiksýninguna, það segir maður þessu tímans í leiksýningu. Hvað tekur langan tíma að æfa nú sínana? Meðal leiksýningu, kannski? Meðal leiksýningar æfingatími yfirleitt svona 2 mánuðir kannski, en svo náttúrulega langur undirbúningstími á undan því. Já. Og allskyns vinsla og svo líka annað að sko til dæmis eins og í tilfelli okkar í möguleikhúsinu, þá vorum við með sýningar sem við vorum að sýna í skólum, við vorum að sýna á skólatíma, við þurfum að vera laus til þess að sýna á skólatíma, það tekur tíma, við þurfum að selja sýningarnar, þetta allt vinna sko, og þannig að horfa á það eins og fólk gerir kannski að horfa á það annað sýning og hún þetta 45 minútna sýning fyrir krakka og þeir eru þannig hálftíma eða klukktíma að setja upp á undan og þetta fara einhverju 2-3 tímar í þetta og það ekki svona mikið fyrir þetta, það bara ekki svo einfalt vinnan alltaf margfalt meira en þetta sko. Fólk sér ekki undirbúningin og listin á bakvið þetta og það að þú getur eins og þú segir, þú getur ekki unni frá 9-5 ef þú ætlar að vera að taka klukkutíma í hádeginu að fara hvert og vera undirbúin og eins og ef við tökum kannski bara leiksýningu í Borgarleikhúsinu eða Þjóðleikhúsinu, segjum þessu 10 leikarar í henni og þeir eru að æfa í 2 mánuði eða eitthvað og það eru tæknumenn og ljósamenn og eitthvað þú ert kannski með 15-20 manns á launum eða eitthvað í 2 mánuði bara við þetta þú ert að halda þeim öllum uppi, hvað selja marga miða til þess Já, og svo kostar alltaf að halda húsinu gangandi hver sýning kostar heilmikið í rekstri og svo framvegis þannig að þetta það eins og ég segi ef við ætlum að láta leikhús á Íslandi ganga án þess að fá opinbera styrki þá getum við bara gleymt því. Það þarf að ræða það þarf að ráða smiði, það þarf að það þarf að pæla mikið í ljósum og öllu svona förðunarfólki, búningum, þú veist, þetta endalaust. Endalaust horna líta sko. En bara með langar að koma inn á það aftur, bara því þú talar um þetta að þegar þú gerir eitthvað sjálfur og sýnir þessi hægt, þá allir bara sjáðu, þessi leikarar þurfa ekki penning. Ég hef lent í svipar umræði með það í rauninni bara þegar ég hef sjálfur verið að gefa í góðgerðarstarfsemi. Kannski verið með einhver svona uppistöndu og svo rann það til barnspílar hringsins eða eitthvað svoleiðis að maður er að gefa og þá hefur maður lent í þér í gagnrýni, býtu ef þú ert að gera þetta, segja þá ekki allir bara, sko það þarf ekki, ríki þarf ekki að vera borga fyrir þetta, fólk bara sjálft borgar í og þá einhvern veginn hugsa maður, býtu er ég að gera rámt með því að gefa veikum börnum það veit ekki alveg hvar maður að ég skil þessi rök sko. Ég vil auðvitað bara gefa en maður skilur þessi rök bara það þarf ekki að hafa þetta, fólk borgar bara sjálft í góðgerðarstarf sem það vill og maður bara nei ríkið þarf að gera það líka þetta snýst auðvitað allt bara hvernig samfélagi viljum við búa já, akkurat og líka eiga þeir sem eru nýskir að þú veist græða á því að tíma ekki að gefa neinum neitt umfram alla hina sem að skilur þetta er djúpa pælingar já, við förum í lettari umræðumni en hérna möguleikhúsið það er búin að lengi með þetta leikhús sko við byrjum 1990 og vorum 3 sem að byrjum hana félagar, ég og Bjarni Ingvarsson og Gretar Skúlason vorum ungir leikarar á þeim tíma svona að skapa okkur verkefni og byrjum á því að búa til leikþætti sem við sýndum 17. júní og þess áttar að uppalega bara hugmyndin það líka að við myndum vinna verkefni sem við sæjum fram á það við fengjum borgað fyrir og við myndum alltaf sníða okkur stakk eftir vexti og það var svona mottoð okkar raun og alla tíð en mjög fljótlega fórum við að vinna upp úr þessum stuttu leikþáttum sem við vinnum fyrir svona skemmtanir aðeins lengri
sýningar eða þætti sem við ferðumst með í skóla, grunn- og leikskóla. Já. Síðan svona eins og gengur mannaskipti okkur Gretar fór nú fljótt út úr þessu og snýri sér í öðru, er í kennslu í dag og hefur verið síðan þá. En aðrir kom inn og þetta bara var svona eins og snjóbolti sem hlóð utan á sig. Við fórum að setja fleiri sýningar, það fór að ganga betur. Til dæmis fyrir jólin 92 þá settum við fyrsta skipti upp jólasýningu. Sýningu séð Smiður jólasveinana sem kom seinna líka út á geisladiski og fyrir fyrstu jólin sem við sýndum þá sýningu, þá sýndum við 52 sinnum á rúmum mánuði sem maður gat nú þá ungur og sprækur. Ótrúlega magnað. 4 sýningar á dag yfirleitt og hoppað milli grunnskóla. Ég er ekki að segja ég myndi vera alveg til í það í dag en og síðan komu aðrar sýningar sem urðu vinsælar. Við settum sýningu sem hét umferðarálfurinn Mókollur sem var sett upp í samvinnu við umferðarráð og fleiri aðila og ferðaðist landið. Við sýndum í öllum grunnskólum landsins og Mókollur reyndar gerði svo frægur að verða lukkudýr HM í handbolta á Íslandi 95 ef ykkur mann eftir því. Já. Og síðan svona, koll á kolli þá komu þarna sýningar sem gengur mjög vel og mjög oft sem vorum að sýna sýningar yfir 200 sinnum og síðan, við innréttum okkar í leikhús við Hlemm 94 og hugmyndin var sem þetta að reka þar barnaleikhús sem við gerðum í 14 ár síðan og 94 þá fórum við líka í fyrsta skipti að fá svona stuðning frá opinberum aðilum, frá ríki og seinna frá borg og Þið voru búin að sanna ykkur. Þeir voru búin að sanna okkur, má segja. En svo þeir voru búin að sanna okkur of vel að þá var dregið úr styrkjónum aftur. Og þannig að svona upp úr 2007 þá, eða 6-7 þá er fyrir að skera þetta verulega niður og við hröpum alveg niður í styrkjum og það er náttúrulega að við sitt að segja við þurfum að stokka upp starfsemina og losa okkur við húsnæðið á Hlemmi og heldum áfram samt með ferðasýningar og þangað til við ákváðum það núna á þessu ári, í byrjun þessa árs að segja þetta gott af þessum ferðasýningum í skóla, grunn- og leikskóla. Af því að brekkan verður bara brattari eiginlega virðist vera eftir því sem að maður starfa lengur. Það er ekki, róðurinn verður ekki auðveldari, það er skólarnir verðast að sífellt minni peninga til að kaupa í sýningar inn í skólana og stuðningur opinbera aðilagur allavega í okkar tilfelli dregist saman og orðin mjög óræðanlegur og síðan eru stóru leikhúsin jafnvel farin að ferðast og bjóða sýningar ókeypis fyrir skóla og við getum ekki keppt við það, þegar þjóðleikhúsið fer út á land og býður fólki ókeypis sýningu, það er hver maður að við getum ekki keppt við sko. Allt mjög umdeilt í rauninni eins og með styrki til lista og hver á að fá þau og af hverju og svona og eins og með þetta ef einhver er búin að standa sig vel á hann þá að fá áfram af því að hann heldur upp í góðu starfi eða á að leif einhverjum nýjum að fá séns. Já, þetta væri best að hafa einhvern balans á milli sko, en vandinn er náttúrulega sá að peningarnir eru ekki nægir til þess. Nei. Og þeir eru verið að, þetta er eins og í öllu, þeir eru verið að bítast peninga sem er í raun og ekki nægir til þess starfs sem er búið að sýna sig að er hægt að hafa, þá verða endalaust deilöfnu hvernig á að útdeila þessu. Já, og svo kemur alltaf spurningin, náttúrulega þetta er Ísland og rosalega mikil frændsemi og alltaf spurningin skilur er einhver að fá þetta út af klíkuskap eða er einhver í rauninni sem er búin að sína sig orðin útbrunnin og að fá fullt af peningum og svo líka kannski selja verkin sín opinberlega og græða því og þetta er náttúrulega listamann. En það er sko ef það væri einhver stefna í gangi og einhver hugsun, þá er hægt að meta svona hluti. Að það er til dæmis eins og í okkar tilfelli að það væri þegar er leikhús sem er búið að starfa í ákveðin langan tíma og fá stuðning og er að sína ákveðin fjölda sýningum og búið að sína sig að er ákveðin þörf fyrir í samfélaginu og eftirspurn eftir og þá væri til dæmis, hefði nú verið allt í lagi að þeir sem að sátt í þessum nefndum sem eru útluta að kæma sjá sýningarnar sem við gerðum nú yðurlega ekki og eða það væri fylgst með eitthvað því sem maður væri að gera og það væri eitthvað metið og maður það væri talað við mann eða eitthvað svona sko en það verðist vera alveg ógnar langur vegur oft á tíðum frá þeim sem að
útluta svona peningum og til þeirra sem að fá peningana. Þeir eru ekki í snertingu við Nei, og virðist ekki finnast ástæða til þess, sko. Já, það er náttúrulega svolítið synd, sko. Maður myndi halda að það ætti alltaf að vera þannig að þú værir í snertingu, líka að vera landbúnaðarstyrkir, hvað sem þetta væri eitthvað fólk sem að vissi þá eitthvað landbúnað eða náttúruvernd, ef þetta náttúruverndarstyrk, hvað sem þetta sko, þá væri eitthvað sem að skilu leikústarfi einhverju leiti. Já, eða allavega sko, ef maður talar einhvern sem búin að starfa í áratugi að þeir sem eru þá að fjallum viðkomandi umsóknir hafi nú séð eitthvað í því sem að viðkomandi að gera. Já, sammála því. Hvernig þá staðan á möguleikum í dag? Eru þið bara í rauninni í frosti? Já, svona, hvað þessar ferðasýningar varðar, þá getum við sagt að séum í frosti eða bara, við höfum bara ákveðið að segja þetta gott af því. Eftir að hafa verið vel á 3. áratug í þessu, þá er bara ágætt að snúa sér að öðru og leyfa öðrum að spreyta sig. Já. Og til að með það, ég er voðalega fegin að vera ekki lengur að rembast eða sækja styrki og vera í einhverju stressi yfir því öllu, þannig að það er bara svo leiðis. En möguleikus er samt til ennþá, við til dæmis erum þessa dagana að sjá heimsóknir íslensku jólasveinarnir í þjóðminjasafnið, við höfum, eins og við segjum, við höfum aðstoðað þjóðminjasafnið við að taka á móti íslensku jólasveinunum í 22 ár. Já, og það er mjög skemmtilegt verkefni og kemur nú alltaf mynd af hverju ári sjóðum. Það koma myndir reglulega, já. Koma þarna 100 barna. Við erum að hálum í sína því að ég á það til að segja hluti svona sem maður má ekki segja við krakka jólasveinina. Já, eru þeir mikið að hlusta á hana þátt? Nei, ég held ekki, en foreldrar vera samt kannski reiðir að það var ömmur og ringja hérna inn ef að... Nei, þetta eru náttúrulega henni svona íslensku jólasveinar sem koma þarna, en þeir þurfa aðstoð. Já. Þeir eru leiðsumennir sem að... Já, og til dæmis Guðni Fransson, tónlistarmaður, hefur nú verið með mér í að sjá þetta frá upphafi og hann tekur hann á móti krökkunum og er með, eiginlega að segja má lítið jólaball fyrir þau, hann syngur og spilar með þeim áður en jólasveinninn kemur og það myndast mikil spenna og síðan kemur þessi viðkomandi jólasveinn. Í dag kom til þeim spjúknakrækir. En mér langast að spyrja mig eitt, sko, af því ég var svona anskotaskrækki sjálfur sem gerir þetta, að er eitthvað verið að reyna að kippa í skeggið á jólasveininum? Ekki í þjóðminjasafninu. Nei, ok. En það fer ekki að þú kippir í það, sko. Ekki frekar en að ég myndi kippa í skeggið á þér, sko. Ég náði því af mín jólasveinin þegar ég var lítill. Ég var bara svona meira til að sýnunum að ég vissi, sko. Þú veist, En það er náttúrulega martröð hversu jólasveins og jólaballi ef að kipti í skeggið á honum. Við vorum 2 innir úr ganginum, sko, ég lætist aftan á honum og kipti í skegginu og þetta var bara til þess að svona ég vildi hann vissi að ég vissi. En það var svolítið áhugavert, sko, við tókum við keflinu þarna í safninu 95, fyrir jólinu 95. Á þeim tíma þá var mikil umræða í samfélaginu það hvort það væri rétt að vera að endurvekja þessi íslensku jólasveina í íslenskum fötum, semst ekki í rauðu fötunum og mörgum fannst það algjör óþarfi og voru hatrammir gegn því og töluðum að þetta myndi rugla krakkana algjörlega í rýminu og það væri svo miklu fallegri þessi rauðubúningar og svo framvegis. Það er alveg ósammála þessu. Þessar raddir hafa bara alveg þagnað, sko. Já. Og krakkanir, ég get sagt fullirt það eftir mína reynslu að krökkunum er slétt sama hvort jólasveinin er í rauðum fötum eða hvort hann er í gæruvesti, hvort hann er með hvítskegg eða hvort hann er með svartskegg. Þetta er bara jólasveinn. Ég meina hversu viðkvæmur og heimskir eiga krakkar eiginlega þá að vera ef þau þola ekki að jólasveinin sé í mismunandi búningum annars lagið. Þú veist, eins og það eitthvað seti þeirra sálarlíf bara í rúst eða eitthvað. Nei, og það er líka það sem er náttúrulega skemmtilegt við þessa jólasveina henni í dag. Það er þessi tenging við fortíðina, við íslensku þjóðtrúna og hvernig það, sko, þessir gömlu íslensku jólasveinar sem voru náttúrulega notaði til að hræða krakka alltaf verið svo duglega að búa til sögu til að hræða krakkana en þeir hafa svolítið svona runnið saman við Santa Claus, sko, hinn rauðklædda. Þeir gefa gjafir núna á svona þeir gefa gjafir og þeir hafa haldið, sko, það sem gerist er það að þeir halda sínum nöfnum og þeir halda sínum karakter og þeir eru ekki, sko, Santa Claus, hann er bara góður. Já. Og persóna sem er bara góð
hún ekkit áhugaverð. Nei, nákvæmlega. Og þetta eins og bara hver áhugaverðasta persónan fyrir krakka í Dýrónum í Hálsaskógi, það mikið refur af því að hann ekki góður. Svarthöfði í Stjörnustríði. Já, það sko og persónur sem hafa fleiri en eina hlið alltaf áhugaverðari heldur en einhver sem bara þess vegna til með Superman óspennandi ofurhetja, hann bara góður, ekki allt rétt, en Batman svolítið spennandi, hann svolítið bitur og kergi. Þannig að jólasveinar svolítið Batman. Þetta svolítið endur. Já, en mér finnst allt í lagi, sko, þetta hefur eins og segir runnið saman, mér finnst ekki, ég ekki með einhvern þjóðrembing þannig ég sé á móti því að þessi breytt þannig að þeir gefi í skóin og svona, sé ekki bara að hrekkja og skella hurðum og glafnum glugga og eitthvað svoleiðis. En mér finnst við eigum að halda þessari hefð, þessu séri íslenska, af því það miklu skemmtilega heldur en bara eitthvað feitur kall sem maður gefur gjafir. Já. Svo þetta allt, endalaust samkrull af siðum héðan og þaðan, sko, eins og að setja skóin út í glugga er hérna, ef ég man rétt þá þetta, ég sé komið frá Hollandi og þá settur tréskó út í glugga og hann átti að vera symbol fyrir skip, af því að heilagur Nikulás var endardillingur sæfarenda. Ég meina þetta allt samkurl af hlutum hvað sem og endar þetta sem skór út í glugga á Íslandi og einhver sem líka jólakötturinn til þess að hann bara komið frá Noregi. Þannig verður bara þjóðtrúin til. Já, það eru margar þjóðsögur eins og í Íslandi mannin sem að fann Selsamin og sett hann í kistu og fann svo nakta konu og eitthvað giftist henni og svo náði hún Selsamin úr kistunni og stakk svo til sjóin aftur og eitthvað svona og hún sagði eitthvað 7 börn í sæ og 7 á landi eða eitthvað, þessi saga sem margir kannast við. Einhver tímann sagði konan mín þessa sögu sem leiðsögukona og þá var einhver bara frá Króatíu eitthvað sem sagði, já, við erum með nákvæmlega sömu söguna í mínu landi. Já, hún þekkt saga við það. Já, nákvæmlega og það þessi samt í Nikulás sem breytist í Santa Claus og þetta allt og eins og bara jólin sjálf. Þetta svona samkurl af einhverju heiðinni sólstöðuhátíð og svo kemur kristnin inn í þetta og þetta heitir ennþá jól eins og þetta gerði í víkingatímanum en núna mörguleiti hjá mörgum kristilegt. Það jólatré sem með ljósum sem reyndar bannað að vera með í biblíunni, það bannað að skrifa tré og dýrka það, þetta bara samkurl af öllu og við eigum ekki að vera svona ofboðslega einhverjir fasistar, narsistar með hvað má og hvað má ekki. Og það sem við höfum aðeins stuðlið sér það eina rétt. Já, nákvæmlega. Akkurat, það bara alltaf best að hafa blanda þessu öll. En þeir hlusta á Flæðiskir útvarpi sögu, Jóhann Kristjánsson heiti ég og Rökkvi Vínsnesson hérna með mér. Pétur Eggers, hann leikari og hann gestur okkar í dag og við ætlum að koma hérna til skamastund og fá auglýsingar. Við nenni, Helgi Björnsson. Þetta nú bara að stimpla svolítið þetta lag. Já, þetta svona furðulegur texti svolítið. Já, sérstakur. En þess vegna tekum maður eftir hún líka. Ef ég nenni. Já, einmitt. Ég hefði kannski jólagjöf ef ég nenni. Já, akkurat. Skemmtilegur texti. Við nennum að tala við Pétur Eggers hérna í Flæðiskirkjunni leiklist. Þannig að vindum okkur aftur í það. Þú hefur svolítið verið í kvikmyndum og þáttum líka. Já, svona eitthvað örlítið, svona einhverjum smárullum hér og þar. Já, svona það sem að kemur upp í fangið hverju sinni. Já, það var nú reyndar að fyrsta sem ég gerði þegar ég útskrifaðist, ég var í leiklistarskóla út í Breitlandi og fyrsta hlutverk mitt eftir ég kom heim, þá var að leika í bíómynd Stöðmanna, Hvítir mávar, sem að þá reyndar mun eftir. Ég man mjög óljóst eftir henni. Mikið ævintýri. Já, af því að með allt á hreinu var svo óurlega vinsæl og þá biða allir eftir Hvítum mávi með rótlega miklu spenningi og ég man ég fór á hann í bíó og ég man eitthvað svona smá, mér minnir að hann Egill Ólafs, hann hélt fram hjá með annarri konu og hinn skvetti blóði yfir þau bæði. Já, mjög eftirminnilegt atriði. Þetta svona sem situr eftir í hausnum sem krakki, annars man ég eiginlega ekkert. En þetta var eitthvað svona frekar súr myndir það ekki, hún var ekki svona dans og skemmti og fólk var ekkit kannski mikið að meðtakana. Svolítið flippuð getum við sagt útlitslega held ég mjög fín sko en ég held að það var nú ekki margir hort ofta á hana getum við sagt. Nei, ég verði til að sjá hana aftur því hún getur nú kannski orðið svona ákveðin kvöldmynd ef hún lenti þeim farvegi, ég held bara ég held að hún var nú sýnd í sjónvarpsbyggt en ekki fyrir svo mjög löngu en hún er nú ekki mikið á ferðinni sko. Nei, en þú varst í Sódómi líka og Veggfóðri sem að voru myndir sem komu út á svipuðum tíma. Já, ef mann rétt á að tekna upp sama árið, sama sumarið það var ég var bara pínlítið í Veggfóðri reyndar rétt bara á fyrir sem einhverju löggu þar svolítið því að leggja einhverja löggur og svona. Já, hefur svolítið svona alvarlegt og svona að mann myndi taka þennan mann alvarlega ef hann talaði við mann útlít sem að ég fengt fyrir löggu. Stærðin líka. Já. En
Sódóma, það var mjög skemmtilegt að fá að vera með í þeirri mynd sem hún hefur orðið mikið köld, svo mynd og klassist köld og ég sé nú bara einhverju smá hlutverki þar að þá hef ég alveg lent í því alveg, og enn í dag að hitta einhverja, jafnvel bara unglinga sem að kunna myndin eiginlega utan að sko. Já, þetta er svona mynd sem vitni einhverja setningar sem ég er búin að stengla ég hafi sagt í þeirri mynd sko. Þetta er svona, hún er ekki svona jaðar köldmynd, heldur svona almenn köldmynd sem allir kannast við og hún er ofubóðslega svona tilvitnanleg, hvað var maður að segja, quotable, það er þessi frasrúrinni. Já, ég held að hjálpast allt að í henni, sko, það er dialógurinn, frasarnir, það er náttúrulega sagan og útlitið, svona leikaravalið í henni er mjög skemmtilegt, þannig að það er svona hjálpaðist allt að í því tilfelli að gera hana vel hefnaða. Já, svona gaur sem er svona pínu einhverjum eins og ég. Er svona pínu rófinu, ég fæ svona myndir á heilan og var bara 15 ára bara með þessa frasa endalaust þangað til að það var sagt við mig sko að veðja við mig heima ef þú veist, segir einu sinni en Ingo minn ég þyrstur þú veist, þá var einhver refsing þá þurfti ég að tapa einhver veðmáli eða eitthvað og mér mistókst ég byrjaði allt inn við matabóri Ingo minn og það bara, þú klikkaðir og ég menn ekki hvað refsingin var en ég var svo einhverjur ég gæti ekki haldið svona mér sko og leika þarna unnur, þú veist, leika alla þessa karakter alveg endalaust frá svona sko. Þetta er náttúrulega mynd sem maður mun lifa. Já, ég held að það var þó ég hef bara ég hafi svona brúðið fyrir sem einhverjum sjoppugæja þarna í myndina eins bara, þá er mjög gaman að hafa Já, varstu þessi sem var þarna í sjoppuna sem var þarna tveir saman þarna í sjoppu, ég og Erling Jóhannsson leikari líka sjoppan sem var svona í rauninni dulbúningur fyrir landabrugsverslunina, já, akkurat mjög ólíklega típur til að afgreiði sjoppu Já, það sem þú varst að slást við á hana Brjánsa Sýru Já, En núna ertu í hvað? Stellu Blómkvist? Já, ég var aðeins með í þeirri seríu sem að tekin upp núna í sumar eða vor og verið að sína núna á sjónvarpi Símans sem var líka mjög skemmtilegt og öðruvísi, svona stílíserað, svona kannski á vissan hátt getur maður sagt að sverjis í ætt við Sódómur Reykjavík að það er svona mjög sterkur stíl yfir henni, útlitslega, andritslega og allt það sko. Og þetta er svona tilraun að setja þessa seríu alla inn á sjónvarp Símans í einu, svona svipaður gert á Netflix og mér skilst að það hefur bara gengið mjög vel að það fengið gott áhorf. Já, þetta er mjög jákvæð þróun í rauninni að gera efni svona aðgengilegra. Já, þetta er að breytast svo rosalega bara sjónvarps áhorf hérna. Já. Fólk er ekki lengur að bíða eftir að þátturinn komi næsta þriðjudagskvöld í sjónvarpinu heldur. Horfir fólk bara á það sem það vill horfa á þegar það vill horfa á það. Sko. Já, en það er líka ef að tækni til staðar þá er engin ástæða til þess að takmarka sig við eitthvað svona, sko. Nei. Þannig að það er bara vonandi að það verði framhald á svona þróun, sko. En finnst þér þróunin í íslenskri kvikmynd og þáttagerð finnst þér hún ekki hafa verið á tiltölulega jákvæðu róli á uppbyggð? Jú, mér finnst bara ævintýralegt hvernig sjónvarpsþáttagerð hefur þróast hérna og kvikmyndagerðir á Íslandi og það er bara svo ótrúlega stutt síðan að manni fannst að vera einhver fjarlægur draumur að hér væri búnar til heilu sjónvarpsþáttaraðirnar sem að stæðu samanburðið erlenda framleiðslu og myndi jafnvel slá í gegn erlendis en núna þá bara kemur þetta á færibandi. Já, það er rétt. Alveg. Og það er náttúrulega líka bara því að við höfum orðið svo gott fólk í þessum bransa. Já. Það er, á öllum póstum er komin svo professional aðilar og fólk hefur líka náttúrulega notið þess að það hefur verið tekið mikið af útlendum stórum myndum hérna þannig að tæknifólki hefur fengið reynslu að vinna með í svona projektum sem eru miklu stærri en nokkuð sem við getum nokkuð framleitt. Er það ekki einmitt sko, þá kynnast menn einhverju nýju sko, nýjum vinnuaðferðum og svo framvegis? Jú, það bara Já, og það er nöðsynlegt það bætir okkur. Það bætir okkur alveg hiklaust sko, og bara líka að hafa nóg verkefni því að það er náttúrulega hluti af því að geta öðlast hæfni í því sem þú ert að gera, það er að fá nóg reynslu, fá nóg að gera og ólík verkefni og svo frá. Og svo nefnilega fólk hugsar ekki alltaf sko út í alla þá afleitu vinnu sem að kvikmyndaðurinn hefur. Það er sko matreiðslufólk og það er fyrirtæki sem selja mat til dæmis. Já, ef þú kemur á setta sem er verið að taka bíómynd og það er kannski verið að taka einhverja eina senu með 2-3 leikurum og það eru tugir manna þarna á staðnum og svo líka annað sem fólk áttar sig ekki á þegar mætir á staðinn
þú kemur og sér kannski fullt af fólki sem situr bara og drekka kaffi eða eitthvað, það finnst allir að hangsa eitthvað, en náttúrulega vinnan er þannig að fyrir hverja töku þá þarf ákveðið fólk að undirbúa ákveðna hluti, í tökunni þá þurfa aðrir að fylgjast með öðrum hlutum og svo framvegis, þannig að það þurfa allir að vera til staðar en koma inn á mismunandi tímum, sko. Já, einmitt. Þetta er bara málið og maður sér bara þeir þörfa allir þessu fólki. Þetta er þolinmæðisvinna. Þolinmæðisvinna kvikmyndir, mikill tími sem fyrir að bíða og drekka kaffi og... Já. Ég hef heyrt það samt í svona lítilli framleiðslu þar sem að þú ert bara rétt að ná að merja inn á peninga til þess að geta skilað mynd, að þá er það ofta mynd allir í öllu. Að þá er sá sem að sér veitingarnar, hann er síðan líka eitthvað að stilla myndavélar eða eitthvað svoleiðis og en það er bara miklu meira hark og erfiðara. Já, svoleiðis var þetta náttúrulega hérna mikið áður, það var náttúrulega að því að tala áðan líka þetta með að gera hluti fyrir enga peninga, að kvikmyndir voru gerðar hér fyrir enga peninga og fólk var að vinna og sjá til hvað það fengi borgað og þar fram eftir gödunum, sko. En það er nú sem betur við breyst mikið í þeim bransa. Það er einn sem sagði mér einmitt, sko, ég spurði hvernig vinna þetta væri nú að vera leikari og hann sagði, já, þetta er svolítið eins og að vera, já, fara á bráðamóttökuna, brandar spið. Já, það er kannski aðeins svona ánægilegra átt að tíðmenn að vera á bráðamóttökunni, skulum við vona. Já, nákvæmlega, sko. Þannig kannski feginn þegar kemur að honum eins og svo sem er veikur, þegar loksins fær að leika, sko. Það er endar margir sem geta nýtt sér einmitt þessa bíð þegar að vera að bíða með tökum, þá getur það gert eitthvað annað, vera að vinna eitthvað annað. Já, í dag getur þú hort á heilu bíómyndina bara á iPadinu þínum og með hann eitthvað. Já, þetta er alveg ótrúlegur heimur sem þetta er orðin, sko. Já. Ég heyri þetta samt líka með það sem múst að segja að reynslan kemur svolítið þegar að þessi stóru kvikmyndaver koma til Íslands og taka upp og þá fá einhverjir að vinna við það og sjá hvernig þetta gengur fyrir sig og fá reynsluna og vinnuna og bara líka eins og vera að fluga vegg. Já. Og við erum líka búin að snúa svolítið í þessu vegna þess að við erum farin að flytja út reynslu líka. Já, við erum þá og að því ég er nú að vinna líka sem leiðsögumaður, sko, þá verður maður alveg var við það og það er talsvert það að fólk sérstaklega Evrópubúar hafi séð íslenska sjónvarpsþætti eða bíómyndir og reyndar líka að lesa íslenska skáldsögur, maður gleymi því nú ekki að það er, maður hittir fólk sem er búið að vera að lesa Arnald og Yrsu og Jón Kalman og ég veit ekki hvað og hvað. Mýrin og svona maður heyrir oft talað um það. Að íslensk menning er í sókn. Já, maður heyrir líka oft frá fólki sem að sá til dæmis Hrúta á Netflix og það kemur jafnvel fólk hingað af því að það sér landslægið úr svona bíómyndum. Já, þetta hefur allt sitt að segja. Þetta er alveg málið, þetta hefur allt áhrif, sko. Já. En hvað er á döfinni næst hjá þér? Hvað er þetta að fara að gera núna næstunni? Já, nú er ég bara að klára að koma jólasveinunum til byggða. Já. Þú ert í því að koma til byggða. Já, þeir síðustu, það eru 4 eftir. Já, nú skil ég þessari stóru möguleikuskerru sem er fyrir utan húsi það. Settu að kerra og drefa til byggða. Og svo bara ætla ég að taka þér rólega eins og við jólinn. Og síðan er ég bara, framtíðin er alltaf óskrifa blað, sko, en ég verð nú aðalega þegar í byrjun árs þá einhendi ég mér í að þælast með ferðamenn. Hittir rökkva þar á til svona á ferðinni. Ég er líka að lesa það er það sem alltaf margir sviðslistumenn fari í. Ímlega margir, það er mjög mikið. Í og með eða eftir ferilinn. Af því að þetta er að mörguleiti svipaði náttúrulega úr. Svolítið það koma fram. Þetta er bara performance. Það er máli, sko. En flöðiskýrið eru svona enda runnið, strákar. Já. Og skum bara öllum hlustundum gleðið þeirra jóla ef þeir nenna. Já, ef þeir nenna allt upp á þau, þá er það gaman. Já, verðum ekki að reyna það. Já, ég held það. Þetta er alltaf skemmtilegu tími. Já, þetta er það. Alveg saman hverju með trúa. Líka fyrir trúleysingi eins og mig. Já. Ég veit að þér hlakka mjög mikið til jólana að fá pakkana. Nei, ég hlakka til að gefa krökkun mínum pakka. Já, sjá við. Það er ekki alltaf skemmtilega. Ég nenni ekkert að fá pakka sjálfur, maður. Nú ertu ekki til því. Nei. En að því við vorum að tala um jólasveina, þá ætlum við að fá hérna bakkalút í lokin og heyra lagið Leppalúði. Já. Verið sæl.